Taktikinn í boði Jakko, UMFI og Jóðem Jóð. Já, komið sæl og velkomin í taktíkina. HM kvenna í íshokkí fór fram á Akureyri. Hingað til mín í setti ég komið tvær góðar, Ólöfu og Söru Smiley. Velkomnar. Takk. Þið byrjið bara að segja mér frá aðdragandinu. Hvenær byrjar maður að undirbúa svona mót? Það náttúrulega IHI sem byrjar að undirbúa. Það með flug og annað og alþjóðasambandið bara tekur það ákvörðun. Við byrjum að svona undirbúa mótið mánuði fyrr, svona byrjum við að undirbúa og svo þetta svona 3 seinustu dagarnir fyrir mót, þá fer þetta allt of fullt. Það bara þannig. Já, þá gerist allt. Já, gerist allt. En Sara, svona út frá landsliðinu, þú fyrirliði, hvenær byrjið þið að undirbúa svona stórt mót? Það svona alltaf kring. Ég held að allir sem eru í íslenska landslið eru mjög einbeitar að þetta sem aðalmarkmið þeirra. Þannig að undirbúning í gangi allt árið. Maður tekið kannski 2 vikna pása eftir HM-mót og svo strax byrja undirbúið sig fyrir næsta mót. Þannig að ég held flestir búin að vera að æfa mjög vel síðan, þú veist, ár síðan. Og nú mótið búið, þetta ekki fyrsta skiptið sem þið haldið svona mót. Hvernig gekk þetta mót og við berum það saman við hitt mótið? Já, gekk þetta betur? Þetta var bara svona eins. Við vorum náttúrulega búin að gera eitt mót. Það var svona aðeins meira stress í því. Núna gekk þetta bara allt vel, allir vissu hvað að gera. En það var svona sama fólkið alla tíman. Við vorum náttúrulega margir mættu í hús klukkan 11:30 á daginn og voru að fara heim klukkan 11 á kvöldin. Þær sátu sömu konurnar í sömu stöðunum á 3 leikjum. Þetta ótrúlega mikil vinna. En við vorum með svona, þetta svona sami kjarninn og við vorum með fyrir 3 árum sem satt hérna líka núna. Þannig að þetta var bara einhvern veginn svona auðveldara núna heldur fyrir 3 árum. Það var svona minna stress og ég var svona að hugsa bara, þegar leikirnir voru ég bara, var þetta svona auðvelt líka síðast? Ég meina það ekkert svona í gangi, þú veist það bara var allt að gerast, þetta bara einhvern veginn gekk ótrúlega vel, það þurfti ekkert að hafa neina áhyggjur af neinu, allir vissi hvað þau voru að gera. Þannig að þetta var svona bara, þetta var frábær hópur og þetta var bara svona frábær tími. Vika bara, þú maður ekki lengi að líða. Það var bara allt inni búið. Já, þannig að núna má ég segja að þessi komið aldrei góð reynsla á þetta og það verður ekkert mál að halda 3. mótið. Nei, það verður ekkert mál. Það bara að skrifa niður og það bara, allan eins og gekk núna hjá okkur, þá var þetta ekkert mál. Við komum bara allir sem við báðum til þess að ganga frá og taka til fyrir mót, þannig að það var bara gert á einni kvöldstund og nú svo við bara svona koma okkur aðeins aftur á réttur ól að ná í dót í gámana og það sem við þurftum að geyma til að gera höllina okkar fína. Það skiptir rosalega miklu máli að höllin líti líka vel út og hún sé hrein og fólk finni það að það sé svona hreinlæti í höllin okkar. Akkurat. En Sara, út frá liðinu, já, núna eru margar sem að hafa spilað hérna á Akureyri og að spila hérna á Akureyri. Hvernig var að spila í skautahallinni hér? Bara glæsilegt. Persónulega ég mist af 2017 mótið, þetta var mjög ólétt og mátti ekki vera með, mátti ekki hjálpa einu sinni. Og hérna þannig það var bara mikið heiður og góða upplifun að vera á heimavöll og pröfa það í fyrsta skipti. Já, þú varst staðráðin í að vera með á þessu móti. Fyrst að þú mistir að fyrra mótinu? Já, ég var bara, mjög spennt og þetta var æðislegt. Nú mikil aldursbreidd í liðinu frá elsta leikmanni yfir í yngsta leikmann. Já, hvernig svona stemmingin í hópnu þegar þú ert með svona mikið bil? Þetta ótrúlega fyndin, það yngstu 15 ára og elst 39. Og hérna, við förum kannski pínu í svona mammahlutverk okkar elstu en samt það ótrúlega góð stemning og það getur allir skemmtið sér saman og mér finnst það bara rosalega gaman. Líka fyrir þess að yngri leikmenn að mikið af þessum eldri leikmennum eru bara þjálfarar og fyrirmyndir sem búin að vera fylgjast með í öðrum íþróttagreinum þegar þú ert með kannski minna aldursspil þá ertu ekki að ná að spila svona með fyrirmyndunum þínum þannig að þetta er mikið tækifæri. Já, algjörlega. Ég líka tækifæri til dæmis fyrir mig út af ég
núna fekk ég upplifa að spila með fullt af stelpum sem voru bara 5-6 ára þegar ég kom fyrst til Íslands og ég var að þjálfa þær og núna voru við bara að spila saman í línu, saman í liðið og það var bara ótrúlega flott og já, bara glæsileg upplifun. Þannig að þú varst svolítið að upplifa mótið í gegnum marga leikmenni, svo má segja. Já, það mátti segja það. En Ólöf, svona aðstæðan hérna til þess að vera með svona stórt mót, já, er þetta ekkert mál? Jú, þetta er mikil vinna og mikil púsluspil. Það þyrfti að vera 6 klefar ef að vel ætti að vera. Það er bara þannig. Við höfum 4. Við höfum þurrkáman okkar sem að bjargar okkur. Og það bjargar okkur reynda líka aðeins með það að við getum lokað sturtunum frá hverjum klefa, þannig getum við látið þetta rúlla. Ég man að Króati, eitt sem skildi ekki að hverju við fengjum að halda mót af því við höfum bara 4 klefa en þeir fá ekki að halda mót af því þeir eiga bara 4 klefa. En þú ert ekkert að setja bara dótið ofan í tösku eftir leik. Þú verður að hengja fötin upp og þurrka þau fyrir bara næstu æfingu og næsta leik. Það er engin frítími, þú ert að spila á sunnudegi og mánudegi og þú ert á æfingu á þriðjudegi. Svo spilar miðvikudag og fimmtudag og æfingu á föstudegi. Það er engin pása, sko. Nei. En það þarf að þurrka dótið sitt og það eru með þurrkáman okkar sem að mikið hefur verið þrasað en við höldum fast í og bara fyrir okkar iðkendur líka sem að geta svo nota þetta. En þetta er púsluspil. Það þarf allt að ganga upp, svo þetta gangi vel. Þetta er náttúrulega mikill búningur, þetta er ekki bara þessar stuttbuxur sem hendir í vélina og það er svitinn og það er rakinn og kuldinn sem fer í þetta, þannig að þetta er bara dálítið mál. Já. Við náttúrulega tökum í svona mótum, þá tökum við undirgalana þeirra og hann er þveginn. Við þvoum þvottinn þeirra á kvöldin og með góðri aðstoð hérna frá fyrirtækjum Akureyri var það gert. En þú getur ímyndað ef það er ekki þvegið og þetta þornar ekki, hvernig það er að klæða sig í þetta að morgni dags í skautahöllinni. Já. Það er enginn sem vil það. Nei. En fyrir fyrramótið sem ég heldu, þá voru settir upp bráðabirgða gámar til að búa til búningsaðstöðu. Hvernig er staðan á þessu í dag? Hún er góð í dag, við lögum þá með hjálp margra og það er orðið, við þurftum að færa það eins frá húsinu og breyta eins og það er mikil vinna búin að vera á bara mörgum hjá okkur að laga þá til og gera þetta þannig að bæði Brunaeftirlitið og aðrir voru sáttir við þetta en án þeirra getum við bara ekki verið. Það er alveg sama hvað hver segir og hvort það sé ekki, þetta er ekki bara HM, þetta er bara fyrir okkar iðkendur. Þegar þú ert orðin 12-13 ára, þá þarftu bara að geta þurrkað dótið, það er bara þannig. Akkurat. En Sara, nú er það er þessi leikir sem eiga sér stað inn á ísnum og svo er uppbytun sem á sér stað afís. Því íslenska liðinu, þið kunnu nú alveg að taka afísæfingar, bara inn á milli á áhorfendunum. Hvernig fór þetta í hin liðin? Ég veit ekki, ég held að allir bara, þegar þú ert á svona stórmótum þá þarf þú að bara vinna með þeim aðstæður sem þú ert settur í. Þannig að það var engin kvartun yfir því, en það er auðvitað að það er ekkert létt að vera í uppheitin og hoppandi og skoppandi í andlitin hjá fólk sem er að reyna að ganga inn í húsið. Já. Þannig að það er svolítið krefjandi, en ég held allir sem komaði út tók það bara vel og fór að hlaupa upp í stúku eins og þurfti. Nú er góð mæting á leikina og það lítur nú vera óbáslega gaman að spila fyrir framan svona marga áhorfendur í höllinni. Já, mikið heiður, en það samt ég verð að segja að ég upplifði allir pínustress í fyrsta leikinn. Það eina leik sem við töpum og það var fyrir mjög góða lið hérna Ástralíu. Og sérstaklega fyrstu lótina þá spilum við með alltaf mikið stress, alltaf mikið spenningu, þú veist, en samt allir ánægð og að geta spila fyrir framan svo margir áhorfendur en ég held að það var pínu erfitt líka til þess að byrja með. Já. Og svo leið að allir fóru að róa sér þá gekk allt mjög vel hjá okkur. Það var þannig, þið mætið náttúrulega liðinu sem að vinnur riðilinn í fyrsta leik, eini leikur sem þið tapið og það er nú kannski svolítið vont að hafa fengið þennan leik í fyrsta leik. Já, ég held það segja það allir. Ef við höfum mætið þeim á öðru leikdegi, þá hefur
örglega vera öðruvísi, en maður veit ekki, þetta bara íþróttur og stundum vinnur maður, stundum tapa, en ég held allir hefur viljað pröfa þetta öðruvísi, prófa að hitta þeim á aðra degi. En þið settu stefnuna á að fara upp úr riðlinum og það hlýtur að halda áfram fyrir næsta mót að ætla að fara upp? Já, algjörlega og þú veist, stefnuna okkur reyndar, þú veist, við erum búin að reyna að hugsa lengri tíma að við viljum fara upp og þá upp og þannig að þjálfarinn okkur tók pressan af með að segja, þú veist, það breytir ekki öllu við vinnum núna, en við viljum bæta okkur fram í stöðu og við gerðum það, þannig ég held allir mjög stolt og ánægð með það, en við viljum komast upp í það næsta deild út af þar líka miklu meira krefjandi leikir og við viljum komast í þeim í leikjum og ég held við sýndum núna að við erum algjörlega tilbúin í það deild hvernig við fórum að vinna hinleiðum í okkur riðil sterkt og vel, þannig að já, við bara margir sem æst að bara mæta strax næsta tímabil og prófa aftur. Já. En nú það mörgu sem þarf að huga, það ekki bara mótið sem á sér stað inn í skautahöllinni að því að einhver stað þurfa þessi leikmenn allir að gista og einhvern veginn þurfa að komast hingað og einhver stað þurfa að borða, þannig að það þarf að gera það í samstarfi við marga í bænum. Já, við vorum á sama stað og við vorum síðast. Við gistu flest allir á Hótel G og eitt lið á Hótel Norðurland. Það borðuðu allir á neðri hæðinni á bautunum. Við gerðum þetta líka fyrir 3 árum, þá hét þetta nú La Vita Bella. Það þægilegt að því að þá þarftu ekki að vera að keyra þau í mat, þá getur þau labba bara af hótelinu og labbað úr matnum bara aftur upp í gistingu. Við þurfum náttúrulega, það eru bílar að keyra og frá Keflavík til Akureyrar af því að við höfum ekki þetta beina flug. Þannig að það var líka púsluspil að gera það og ný Sjálendingar fengu alveg að finna fyrir íslenskum vetri. Þeir urðu veðurteftir og annað þurfti að gista á leiðinni. En jú, þetta allt saman samspil og þetta, svo þarf að keyra hér í bænum og ég meina það eru bílaleigubílar og það eru margir, það eru ótrúlega margir þvottahúsi sem þvoði fyrir okkur. Þú veist, þetta kemur á mörgum, hjá mörgum, þær voru í sundlauginni, fengu það og þetta bara skapar ótrúlega mikið. Þetta voru 130 stúlkur cirka. Já. Plús fylgdarlið, þannig að þetta alveg stór hópur sem kemur á eitt svona HM mót kvenna, sko. En það líka bara upplifun að koma til Íslands og lendi dálítið vondu veðri og bara, þetta bara ævintýri. Já, margir voru samt, sko, jú, það var það, en sérstaklega Tyrkir voru svolítið svona skelfingu lostnir yfir veðrinu og þeir fóru fyrstir á stað á laugardaginn heim. Því að ég held að við erum bara búin að fá nóg af þessu hvíta silfurokar. Þeir voru það, þau voru svolítið og þau sem fylgdu þeim frá Nýja-Sjálandi sögðu við mig að það var bara smá fjúk úti og þetta var bara stormur heima hjá okkur. Þau þekki ekkert svona veður, allan enn snjó. Þær voru út að búa til snjókarla, þeim fannst það æðislegt og voru alltaf að láta snjóa á sig. Þetta var bara upplifelse fyrir þær, ótrúlega mikið, sko. En staðsetningin þá á Akureyri, hún mjög góð þó að þú þurfir náttúrulega að koma þér hingað en þetta eru stuttar vegalengdir á milli í hótel og mat og í innbænum þannig að þetta örugglega myndað svolítið skemmtileg stemning á innbænum. Já, það gerir það. Og það líka svo margir bara að þetta svo stutt að fara og þau labba. Þeim finnst bara margir, bara löbbuðu frá Kea inn í skautahöll og fannst það bara góð upphitun og svo bara svona, að sjá aðeins meira. Svona, ef að tími gafst til þá tókum við kannski aðeins annar hring með þær, keyrðum upp og brekkuna til þess að leyfa þeim að sjá. Við fórum einu sinni með hóp bara yfir í heiði og á sýningapall, bara til að leyfa þeim að sjá yfir bæinn. Þetta munar þeim svo mikið að sjá aðeins öðruvísi heldur en bara þessa beinu leið Kea höllin. Og það þarf lítið til þess að gera þau bara glöð. Þau eru ótrúlega þakklátt fyrir allt það sem gerðum og það var svona, þú fannst það bara. Þeim leið vel, við reyndum allt sem við gátum gert til þess að vera þeim, bara allt það sem þau þurftu og ég held að enginn hafi þurft að kvarta yfir þessu mót okkar. Nei. Við skuldum smá auglýsingahlé, við ætlum að kíkja yfir í það og höldum svo áfram að þeim loknum. Taktikinn í boði Jakko. UMFI og JMJ. Let's go.
við höldum áfram hérna í taktíkinni, við erum að ræða heimsmeistaramót kvenna í íshokkí. Sara, þú fer bara svolítið yfir þessa leiki. Fyrsti leikurinn, hann tapaðist á móti Ástralíu. Hvað gerist svo? Hvaða skilaboð kemur þjálfarinn með? Já, þú veist, við vorum ekki alveg 100% tilbúin í fyrsta leikinn og við vorum ekki að spila okkur hockey sem snýst að halda pekkin á liðinu og finna gott spil. Og ég held það snýst kannski pínu stress í byrjun leiksins á móti Ástralíu og svo við náðum að klára leikinn vel á móti þær. Og við vissum það. Þannig við tókum það, þú veist, inn á næsta leik og mætið bara mjög ákveðin og bara einbeitt að spila okkur leik. Og eftir það var allt bara mjög létt út. Við vorum bara duglega að vinna pekkina og halda þetta inn á okkur lið og þá held ég var bara mjög erfitt að spila á móti okkur. Já. Nú þetta svolítið munur á deildinni og svo að spila svona heimsmeistaramóti og þannig allur gangur á því hvernig gengur að fá almennileg lið til þess að spila móti sér hérna heima. Þannig að þetta lítur að vera svona bara eins og árshátíð eða eitthvað að komast í svona veislu. Já, ég held að allir finnst þetta svona highlight ársins fyrir allir sem að spila. Líka þær sem að spila úti og flottu deild í Svíþjóð og Noreg. Ég held þær finnst æðislega gaman samt að koma og vera með íslenska landslið. Já. Það svona best tími ársins. Þetta góður vettvangur fyrir unga leikmenn til þess að koma sér á framfæri varðandi það að taka næsta skref og fara út? Já, ég held það alveg búin að vera stelpurnar sem hefur fengið boð út af þeir eru að spila á HM og það kemur einhver horfa og segir hei, þú ert svolítið efni, vildi ekki koma að prófa þessa lið og ég held það bara, já, eins og þú sagði, mjög góð vettvang fyrir þær. Já. Nú líka margt mjög gerst í þessu kvenna íshokkí líka bara eftir að þú kemur hingað og byrjar að þjálfa stelpurnar. Já, þetta hefur verið mikil uppbygging í sérstaklega kvennamegin. Já, algjörlega þú veist, á Akureyri þá, þú veist, höfum við fjölda svo mikið og við erum, þú veist, miklu meira fjöld núna í SA og stór hluti af því bara út að við erum búin að bæta inn stelpur. Þannig að það bara, og leiðum aður taka inn þessu unga stelpur, þá eru þær bara mjög góða leikmann þegar það verður eldri, það ekkert flókið. Og já, það bara gengur mjög vel. En hvernig þetta nú, af því við erum að tala yngri flokkana, að byrja að æfa íshokkí, þú veist, með allan hennar búnað. Hvernig það ef ég núna 5 ára á mig nokkar að byrja að æfa íshokkí? Veist hvað, við erum búin að safna svo mikið búnaður í gegnum fullt af styrkum og svo kemur fólk sem búin að æfa lengi hjá okkur og gefa okkur þeirra dót og við erum búin að safna ótrúlega mikið og það kemur alla krakkar sem byrja og fæ heil galla. Þú bara mætir og fá gallan og þá það ekkert mál. Það held ég hefur verið hindrað áður að byrja í íshokkí en núna fá bara krakkarna galla og svo kannski byrja þeim að kaupa smátt og smátt inni og þá sumir bara að leigja hjá okkur í 6 ár. Leigja eitthvað hluti af gallanum og það gerir þetta meira raunhæft fyrir foreldrar svoleiðis. Í grunninn þá byggir þetta á gríðarlega mikilli samvinnu þannig að þetta geti gengið upp að yngri flokkar geti verið að stunda sínar æfingar. Já. En já, ég held þetta með gallanum gerir þetta svo létt fyrir foreldrar. Þeir bara mæta og við græjum krakkana í búnaður og kenna þeim á. Það svolítið margt sem foreldrar þarf að læra á hockey-búnaður fyrst. En við kenna þeim og svo það bara, svo gengur þetta. Kroppum finnst ótrúlega gaman að skauta og vera á fullir á ísinn og hockey svo hratt íþrótta svo mikið að vera og það bara flesta krakkar sem kemur fíla þetta alveg gott. Akkurat. Voruð eitthvað að tala við forsvarsmenn hinna liðana stöðun á hockeyinu? Hvar stendur íslenska liðið gagnvart erlendu liðunum og höfðu þeir einhvern áhuga á því hvernig við sem þetta lítil þjóð getum haldið út í svona góðu liði? Já, auðvitað það alltaf rætt. Ég núna var bara leikmann á þessa mót, þannig ég kemst ekki í svona mörg umræðum. Ég var bara send út við vorum ekki í Sveinbjarnargerði, þannig ég var ekki mikið niður í höll að spjalla með hinliðum, en það held ég alltaf svona umræðum í gangi. Og ég að fara að mæta á stefnan í apríl, þegar það haldið að kalla heimsmeistaramót í Laugardalnum. Þá ég að fara að mæta held ég á einhverju kvennaþróun stefnun og ræða framtíðaverkefni með öðrum þjóðum líka og deila hugmyndir. En staðan hreinlega þannig að það myndi vera hægt að vera með aðra skautahöll á Akureyri? Já, æfingarlega séð getum við það.
Ég myndi vilja sjá allan að við værum með svona æfingasvell. Þá gæti listhlaupadeildin líka verið með stórmót. Þau geta aldrei haldið neins svona stórmót af því að það vantar æfingasvell fyrir þær. Þau eru sunnan af því að það eru 2 hallir. Þá geta þau haldið þessi stórmót. En það væri voða gaman að við getum það líka fyrir listhlaupadeildina. Okkur vantar eitt lítið æfingasvell. Það er ekkert, það er bara smáttir í svona. Það þarf ekkert að vera dýrt. En það væri voðalega gaman, en svona önnur höll eins og okkar ég er ekki alveg viss um það, en það væri voðalega gaman að eiga krullusvell og eitt æfingasvell. Það má alveg byggja, við eigum alveg pláss sko. Og getum alveg sett upp krullusvell sem og svo eitt æfingasvell, þá væri þetta fullkomið. Við myndum reyna að nýta það. En fyrst erum við byrjað að ræða sko uppbygginguna á þessu, þú veist, annað svell. Eitthvað annað, erum við að tala um félagsaðstöðu og hún nú ekki til staðar? Nei, við erum náttúrulega búin að berjast fyrir því lengi að fá félagsaðstöðu og erum í dag á lista 2 sem ég veit nú ekki hvað þýðir ennþá í dag að vera númer 2, ég aftur að sjá það. En við náttúrulega það háir okkur mikið að hafa ekki félagsaðstöðu og það háir okkur mikið að hafa ekki aðstöðu fyrir afís. Og það sérstaklega vont fyrir listhlaupadeildina að stelpurnar þurfa í rauninni að vera á afísæfingum í hita. Og við bjóðum lítið upp á það í höllinni, þar sem við höfum ekkert svæði fyrir það og bara fyrir leiki, hockeyleiki, þegar að koma inn að spila meistaraflokki, hvort sem karla eða kvenna, þá hefur í rauninni ekkert rými. Þú ert alltaf að hlaupa og hita upp í kringum fólk, áhorfendur sem að koma, okkur starfsfólk inn í húsinu. Þú ert í rauninni hvergi í svona private, þú ert allstaðar fyrir í rauninni, þú ert að hita upp. Ef þú vilt vera með bolta, svo lendir hann innan svelli og þetta er svona kaðrak. Þetta bara sem við þurfum í dag, það bætt aðstæður, við berjumst og búin að gera það lengi fyrir félagsaðstöðun okkar og góðu svæði fyrir afís. Fannst þú það, Sara, varðandi aðra leikmenn og aðra iðkendur hjá Skautafélagi Akureyrar að verða vitni að því að sjá landsliðið spilar, því þarna sér maður sko sína fyrirmyndir, þarna sér maður eitthvað markmið sem maður getur sett sér. Hefur orðið þetta svona eftir mótið að krakkarnir hafa svona svolítið elst í sínum æfingum? Já, ég hef búin að heyra fullt af börnum sem voru á þessu leikjum og ég held það var bara rosalega flott að sjá hérna stelpunar okkur sem svona 14-15 ára sem að fara að berjast sæti í liðið og þær unnið sjálfboðaliðavinnu öll leikjum. Þannig að það gatt fylgist með alla leikina og upplifa pínu hvernig það að vera á svona stórmót og læri mjög mikið af því held ég og vonandi gaf þeim líka hvatning til þess að æfa vel og stíft til þess að reyna að komast í liðið líka. Það var mjög gaman að sjá til dæmis leikmann eins og Hilmu sem að koma þarna nýlið í liðinu og hún skorar, fær mikinn spiltíma þannig að þjálfarinn strax setur traust á mjög ungan leikmann og það hlýtur að skila sér svona til lengri tíma. Já, algjörlega og líka bara uppbygging hjá okkur búin að vera svo hratt að það bara yngstu leikmannin í rauninni það góð að komast strax í liðið en núna það að vera erfiðar út af það bara fleiri að koma upp og liðin orðin aðeins eldri en samt mjög ung en þannig það erfiðar að berjast sæti til þess að komast inn en henni gekk mjög vel og já, það var ekkert mál að spila á hana, hún bara rosalega flott. En fyrir eldri leikmenn, þetta hlýtur að fara alltaf að vera þá erfiðara og erfiðara þegar það að koma svona ungir og græði leikmenn. Já, það við í eldri kantinum við þurfum bara að leggja sérstaklega miklu meira áherslu á afísæfingar. Svo við getum halda okkur styrki upp og reyna að skauta með þessa yngri stelpunar. En svo kemur reynsluna á móti, þú veist, íshokkey gríðarlega fljót leikur og maður þarf að hugsa mjög hratt alltaf. Þannig ég held, svo lengur sem þú ert búin að spila, þú lærir að hugsa hratt og vera með snöggri viðburð, þannig að það kemur okkar í hag á sama tíma. Já, reynslan hún vegur svolítið þungt þarna. Algjörlega. En svona líkamlega, því nú þetta kontaktsport líka, þú veist, finnið þið ekkert fyrir þessu? Já, ég fekk heilasýsting sjálf á þar síðasta leik og fekk ekki spila síðasta leikin sem þú komst á. En það ekkert algengt, ég meina, þú veist, þetta eins og aðra kontakt í
íþrótt, það eins og fótbolta og handbolta, það svona svipað meiðslum. Það ekkit endilega fleiri meiðslum í íshockey. Við erum líka vel búnaður, þannig að það bara getur alveg komið í veg fyrir miklu fleiri slys og hérna, já, þú veist, ég held að eitthvað svolítið misskilning með hockey að þetta sé eitthvað hættulegt íþrótt en tölurnar sýna það ekki. Það bara svona svipað eins og öðrum kontaktíþróttum sem konur að taka þátt í. Akkurat. Nú tíminn hlaupin frá okkur svona rétt í endan ef við leyfum okkur að horfa næstu ár og næstu skref hjá skautafélaginu og íshokkeydeildinni. Hver eru þau? Bara halda áfram okkar uppbyggingarstarfi og vera duglegar að ná í börn og leyfa þeim að kynnast íþrótturinn okkar og hafa gaman að því að stunda íþróttir. Ég held að það sé svona stefnan okkar söru í framtíðinni að vinna því. Jafnhliða því að berjast fyrir bættri aðstöðu í skautahöllinni og ég myndist líka vilja svona sjá Akureyringa nýta sér höllina sína betur á almenningstímum að koma og skauta því að þetta skemmtileg íþrótt og við fáum svolítið að skíða fólki ef að fjallið leiðilegt, það alltaf hægt að koma og skauta. Já. Og svo nýtum við tækifærið í endan eða ekki til þess að hvetja unga stelpur til þess að koma og prófa. Já, algjörlega. Já. Við erum með byrjandi tími á mánudögum, miðvikudögum og það alltaf 4:30. Gott að mæta 4:00 fyrsta skipti. Þá út af maður þarf aðstoð með búnaður þegar maður mæti fyrsta skipti. Margt að læra. Þú ert mjög ung þegar þú færð að fara að spila í meistaraflokki kvenna á 12 ára. Þú færð að vera hluti á honum. Þannig að það bara byrja snemma og þú ert komin snemma í meistaraflokk. Og við tökum stelpuna niður á 4 ára. Já. Já, þannig að ef þú getur lappað, þú getur bara komast á æfingar. Nei, það mjög snögg að læra að skauta sem svona litla kríli sem 4 ára. Það þarf varla að kenna þeim, þeir bara læra flott skref og það bara kemur mjög fljótt. Æðislegt. Sara Ólöf, takk kærlega fyrir komuna og ræða við okkur íshokkey kvenna. Takk áhorfendur fyrir áhorfið í þessum þætti. Ef þið missið af þætti þá auðvitað alltaf hægt að ná okkur á hlaðvarpinu, Facebook, n4.is og YouTube. Við sjáum svo í næstu viku. Taktikinn í boði Jakko. UMFI og Joe's Akureyri.